til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Hlynur, a.k.a. Elite Lifestyle. Já. Eða sko Norður Kýpur, eins og við erum fættir að kalla þig. Já, það vist orðið viðnefnið. Já, velkomin í þvottahúsið. Velkomin. Takk fyrir það. Þannig að við tökum hérna nokkur orð frá sponsors og svo förum við í gang. En við erum með bara, út af því að þú komst hérna til okkar, þá erum við með Í fyrsta skipti, Red Bull. Já, við erum ekki sponsor Red Bull, við hefum ekkert á móti því. Nei. Við getum bara hendi hinn út í kosmosið. Þá erum við alltaf á Red Bull. Velkomið að hafa samband, Já, Red Bull. við okkur alla, held ég. Einmitt. Herru, má ég ekki fá mér? Bara jú, þú getur trappaði niður með CBD-olíu, ef þú búinn. Já, með Red Bulli. Við getum gert það, sko. Hérna, heldu í glösin, handa á kvöldum. Herðu, Herru, við erum með nokkur orð hérna frá sponsor. Við þurfum að hlaupa í gegnum það. Ég veit að fólki kannski finnst það leiðilegt, en svona það bara. Og sko, við erum gríðarlega þakkláti fyrir okkar sponsora. Þeir gera okkur þetta mögulegt ásamt auðvitað þeim dyggu hlustendum sem bíða alltaf spenntir eftir nýjum þætti alla mánudagsmorgna. Þetta er einmitt pælingin, Davíð. Já. Það er að koma fólki inn í vikuna með eitthvað veganesti. Einmitt. Því að sko, hver þarf ekki veganesti í þessu 5 daga ferðalagi fram að Gísla Martin? Já. Einmitt. Eða Helga Björns. Eða Helga Björns, maður. Þannig að sko, þvottahúsið er hérna til sem veganesti fyrir hérna villuráfandi sauði hérna. All right. Já. Heyrðu. Sko, Todd Thorgríms. Ég ætla bara að lesa þetta upp. Fjölskyldufyrirtæki í Ármúla 29. Fyrirtæki var stofnað 1942 af Thorgrímsinni. Ekki Thorgrími Þráins. Nei, hann er þetta nágranni minn. Já, það er mitt. En hann vildi ekki koma. Kannski einhvern tíma. Heyrðu, á fyrstu 5 árum, árum fyrirtækisins mótaðist innkaupastefna þess mest af þeim vörum sem voru fáanlegar á stríðstímanum á hverju sinni. Snemma var þó stefnan mörkuð vegna mikils skort á byggingavörum í landinu eftir stríð. Okay. Nú er þriðja kynslóð komin inn með lífræna framtíðarsýn í huga. Kork Daniel, já. Eins og við þekkjum hann, tekur á móti ykkur og fræðir ykkur korkin, því korkurinn er ekki bara 100% lífrænn, hljóðeinangrandi, heldur hipp og cool, merki velsæmd og stöðuleika. Í því samhengi langar mig aðeins að minnast á veggjaklæðningu innan hús úr korki, eins og okkur síðasti viðmælandi, hún Þórhildur, hún þá mælu við með kork á veggi. Eins með Sigurdögg, sem kom fyrir nokkrum vikum. Hennar korkur var frekar á praktískum aðstæðum, fyrir svona pinna upp myndir og svona, ljósmyndir og svona og drasl. Það var aðeins eitthvað smá annað upp á teiningnum hjá Þórhildi. Þórhildi var með kork á vegg hjá sér sem var svona óreglulegur, kannski ekki alveg eins praktískt og heima hjá Sigurdögg, en veggurinn býr yfir dýpt og þunga. Þvílík fegurð. Þessi veggur heima hjá fallegri konu. Já, fá að sjá mynd eða? Já, og Fúsi, þú kannski hendir í eina mynd af veggnum innan Þórhildar. Herðu, og þá er það gott CBD. Já. Gott CBD er í ham þessa dagana, enda mikið úrval af vörum, tengdum hampi og CBD. Allt frá CBD stílum sem maður setur í endaþarm, plástrar, XM og augnkrem, en það er mikið og róbúst og stöðugt vandað úrval af oljum frá 2 framleiðendum, það er Pharmahemp og Leku. Davíð, þú ert með þetta hana fyrir framæði. Þetta er bara besta sem ég veit. Þið getið fengið ykkur hérna, þú ert velkomin hérna Hlynur að fá þér. Hefurðu prófað svona? Nei. Olíurnar eru frá 5 og upp í 24% styrkleika. Við í þvottahúsinu mælum með þeim öllum, enda ómögulegt nokkrir dropar, 3-4 dropar undir tungu upp á milli. Bara ekki setja í jakkafötin? Nei, alls ekki setja í jakkafötin. Undir tungu. Herðu, og svo er það bara hérna í lokin frá gott CBD. Frekar kontroversialt. Eins og jörðin. Strákar. Þetta er mjög gott. Þetta er nefnilega ógeðslega gott. Og ég tek þetta á mótnana, ég er svo ofvirkur. Og í vinnunni og skrifstofunni þá er ég bara,
næ ég fókus á daginn. Já, þetta alveg svona. Tampusta mig, fæ mér svona áður en fæ mér kaffi. Oh my god. Já. Ég tampist það mig upp úr handbóli, sko, upp úr CBD-óli, sko. Ok, Ég hættur að nota þá tannkrem. lítið þú bara eins og Braveheart eða eitthvað svoleiðis, sko. Herru, við erum í nýtt stöfina. Þetta svona, ég er búin að vera í svona smá kvíðakasti yfir að kynna þetta, en fuck it, við förum bara út í það. Þetta er Endoga, þetta eru hampblóm og málið er, sko, þetta eru THC free hampblóm sem hægt er að nota. Ha? Finnur líktin af þessu? Já, ok. Þetta er bara svo Amsterdam. Já, Já. Já, ok. en þetta er THC frýtt. Og þetta er löglegt. Þetta er löglegt. Þetta löglegt, já. Og málið er að, sko, það er að nota þetta sem te, og þetta er flutt inn sem te, en allt sem brennur er hægt að reykja. Og sko, þetta er sem sagt bara eins og weed without the anxiety, og þetta er svona kannski sko hugsað fyrir sko geðrófs paranoiðu stónerana sem eru hættir að virka í samfélagi og í krónískum geðrófum, þeir sem vilja kannski hætta að smóka vít og vera algjörlega ónótæfur í samfélagi og geta ekki hætt að smóka, þeir geta farið í þetta. Já. Og þetta er 3,2 grömm í þessari dollu hérna á 4.900 sem að gerir 1.531 krónu grammið. Það er bara heilsölu. Og það er bara verðið sem ég var að borga fyrir hass bara fyrir 2.000. Þannig að þetta er sko líka praktíst fyrir stónerana og þið foreldrar sem eru í vandræði með börnin ykkar, bara upp í Urriðahólsstræti eða inn á Hemp Living og kaupið karmafrían skunk. Og, og maður fer ekki víma þessu. Nei. Sem er jákvæð. Ég verðilega að prófa þetta. Já. Ha? Já. Ég verðilega að prófa þetta. Sem gamall stóner og ég taka það fram. Ég er blá fucking edrú. Þetta er forvinnulegt. Þetta er mjög spennandi. Þetta er æsi spennandi. Hérna, setið þetta út í. Þetta er sko gamla pípanars afa. Oh my god. Raw hemp flowers. Ég hugsi takir endar ekki reykinn inn í mig því að ég hérna, svo mörg ásíðan ég hætti að reykja. Þannig ég er ekki alveg að meika. Ég veit ekki hvernig lungum bregðast við. Nei. Og hvernig ekki smakka? Hvernig er þetta? Viltu fá það? Og prófa þetta? Já, gjör svo vel maður. Hérna, gamla pípan hans afa. Gjör svo vel. Já. Herru, þetta er svona, Frábært. ég ætla að minna á afsláttakóða þvottahússins hjá Gott CBD, ímist upp í búði í netverslun og sá kóði er þvottahúsið. Svo minni ég á að subscriba á YouTube og aðra streymisveitur. Já. Já. Það er allt og sönd. Þetta er bara, maður færi alveg fílingi sko. Það er svoleiðis sko. En eins og ég segi, ég vil taka fram, þetta er THC free sem þýðir að maður fyrir ekki vímu. Engi víma, nei. En þetta er sneisa fullt af CBD kannabjóðum sem að þykir gott fyrir miðtaugakerfið. Ég get svo svarað það maður. Þetta er áhugavert. Ertu í sjokki? Nei, ég er svolítið hissa, ekkert á ykkur. Nei. Þú verður Bara, ég prófa svona bakur lukta dyr, ég er að fara bakur skúra eftir á honum. Bara þetta er gamla það? Já, nei, ég hef aldrei verið stónur. Mér þykir það ekki, það hefur aldrei höfðað til mín. Nei, ég skilji. Þannig að, en, Herru, þetta er misjá. Erum við komnir að þessu? Bara, Hlynur, velkomin. Takk fyrir það. Það er búið að vera langur aðdragandi að þessum hitting. Já. Við erum búin að vera í miklum samskiptum. Þú varst eitthvað svona á leiðinni til Íslands og svo þurftur að loka einhverjum stórum dílum. Já. En hingað ertu komin. Lóksins. Við erum með hérna einhverja smá beinagrind Já. sem að við svona kannski fylgjum svona, eða handrit. Við fylgjum svona aðeins en það verður samt flæði. Þetta eru svona spurningar sem við förum inn á. Og áður en við byrjum þá, ef þú vissir það ekki, þá erum við erum bræður, ég og Davíð. Já. Sem sagt, Davíð Víum og Gunnar Víum. Ég vissi það, reyndar. Við erum synir Danvíum. Veistu hver Danvíum er? Ég heilt hans geti, já. Hann fann upp fasteignasölu á Íslandi. Já. Og, Já, næstu því. Já, fyrir 40 árum síðan, sko, áður en að Danvíum mætti á markaðinn með þetta fasteignasölu módel sem þekkist í dag. Þá var fólk bara eitthvað að skera hvort annað bara í lóan og takast í hendur, bara yfir eldhúsborðum, sko. Á gamla... Já. Á gamla mótan. Og við erum sem sagt aldur upp í ármála 21, eða lungað af okkar
æsku, bak við þá vorum við skrifborðið. þar bara bak við skrifborð, fylla á penna og svona. einmitt. Já, Og þú ert með fasteignasala hérna við liðin á okkur, á mér. ég starfa í hlupum sem fasteignarsali líka, þannig að Já, ok. þetta er bara mikið stuðmaður. Þannig að fyrsta spurningin er, sko, velkomin, hvernig endar Akureyringur á norður Kýpur og af hverju fasteignasali, af hverju ekki bara teppasali eða í markþjálfun? Já, eða markþjálfur. Herðu, sko, aðdragandi, við byrjum bara á því. Ég fer út til að kynna mér tækifæri á Norður Kýpur, þar sem að ég bara æfintarþráin í mér var að kynnast bara nýjum, ég elska að ferðast, mér er mjög gaman að ferðast og hef verið mikið í ferðarþjónustu í gennum tíðina. Er menntaður sem sagt þjónn og er með meistaragráði í því og í þeim geira hef ég meira og minna unni alla ævi. Þannig ég fer út og er að skoða fasteignir í svona þeim hugleggingum að fjárfesta sjálfur og fer í kynningaferð hana til að skoða en fæ vinnu svo úti til að setja upp hótelresort. Okay. Þannig að mér var bara búið það og hérna Það kom bara óvænt Já, það bara kom óvænt í þessari ferð og 3 mánuði seinna eftir ég kem heim aftur og þá fæ ég símtal frá þeim úti aftur hvort ég vil ekki bara koma út í þessar starf og vinn við það í rauninni í 1 ár þegar ég fer út og vinn við það í 1 ár en svo kemur náttúrulega COVID inn í þetta á þessu tímabili og það byrjar að lokast allt og ég stend upp mikið neitt á Norður Kýpur bara fastur. Já, og svo hitti ég hana gæja sem eru með löggilda fasteignaskrifstofu og eru svona að vinna þetta á svona réttu leveli hann fullt af agentum annars sem er að selja. Hvað meinar réttu leveli? Það er náttúrulega mikið, ef við segja að 90% manns er að selja fasteignir á Norður Kýpur. Það er annarkveð maður að selja fasteignir. Hann getur verið sundlega gæinn að selja fasteignir og hann hirðir bara komissjónið og er ekkert að þjónusta eða neitt. Þetta er bara svona bara að fá komissjón til að selja Jóa frænda sko eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það er ekkit á bakvið enginn hérna eins og lögfræðingar og samningagerð og allt þetta skilur eins og við þekkjum að hafa þetta á réttu leveli og fylgja eftir. Þarftu ekki að vera með eitthvað svona löggildingu eða Þú þarft ekki að vera með löggildingu en þú þarft náttúrulega að vera með löggildingu af skrifstofu á bakvið þig til þess að geta hérna sinni samningagerð og lögfræðinga og allt þetta skilur þannig að það þarf að til þess að gera þetta á réttu en þú getur náttúrulega farið á svartamarkaðan og geifta beinta verktaka eða eitthvað svoleiðis ef þú treystir því en það er náttúrulega ekki mikið traust í því og engin eftirfylgni og ég fer inn í það að hoppa hjá þessum gæjum sem ég er ennþá hjá í dag en ég fæ að vera samt svona bara þeir bara eru að dekka mig upp en ég er náttúrulega með mína viðskiptavinni og allt það eru mínir kúnnar og þeir fylgja mér alveg þó að þetta fer ekkert inn á fasteignaskrifstofuna og ekkert í kúnnarnir þeir fylgja alltaf mér þannig að það er svona líka gott með það. En þannig á Norður Kýpur, er þetta ekki skipti í Grikkland og Tyrkland? Jú, þetta gríski hlutin og tyrkneski hlutin. Í hvorum hlutunum er Norður? Það er tyrkneski hlutin. Það er tyrkneski hlutin? Er engin hægt á að Erdogan komi bara og beiti egnanámi? Nei, hann er nú frekar í því að gefa, hann er að byggja allt upp sko. Það er miklu meira lagt í, þeir eru að leggja rosalega penning Tyrkir í að hjálpa að byggja upp samfélagið heldur frekar en á mótið sko. Þannig að það er eins og ég getur sagt þetta, ég hef sagt þetta nokkuð sinnum og kúnarnir mínir og annað sem hafa komið út að þetta minnir á Spán þegar hann var sem vinsalastur. Því að þetta er allt í mikil uppbyggingu, það er ódýrt að lifa hana, fólk er glatt og ánægt í lífinu, það er afslappað, það kemur dagur á morgun og allt þetta, þannig að það er mjög skemmtilegt svona andrúmsloft almennt. En eru Tyrkirnir þarna, við erum að segja bara Tyrkirnir þarna, eru þeir öðruvísi enn á meginlandinu, alveg eins og til dæmis eins og þú fætti Krít sko, og það eru Grikkirnir á Krít, þeir eru allt öðruvísi enn á meginlandinu, þeir eru Krítverjar. Það er sama og þeir segja þannig, þeir kalla sig ekki tyrkneski eða Grikki eða eitthvað flest, þeir eru bara Kýpverjar og þeir þola ekki að láta kalla sig gríska eða tyrkneska, það er bara þannig og þetta er mjög... En tungumál, er það? Já, það er gríska hérna á suður og það er tyrkneska á norður. Og þeir Grikki sem búa kannski í suður, er algengt að þeir kannski tali þá tyrknesku, geta að bjarga sér sikur megin? Já, þeir gera það, svona ég segi, það er beggja megin og þeir eru mikið að vinna beggja megin við líka. Það er mjög gott samstarf á milli norður og suður, sko, almennt. En auðvitað er þessi pólitíska leiðindis að því að Norður Kýpur er ekki þekkt land, viðurkennt, nema af Tyrkjum.
Það ekki í Evrópu eða neitt skilur það engin sem viðurkennir að nema Tyrkland sem þess vegna þeir uppistaðan fyrir. Hvernig með landamæri og svoleiðis, hvernig virkar þetta? Landamærin eru bara hana milli norður og söður og það fyrir Evrópubúana ekki mál að farast á milli og það bara En landslið, fótboltalandslið, það sameinað báðu? Nei, það bara söður? Það söður. Þannig það ekkert landslið norðamegin? Ég skil. Þannig að og mikið af þeim sem að spila til þess fótbolta þegar þeir spila með Tyrklandi eða Galatasaray eða eitthvað skilur í hérna. Já, þannig að þeir sem fæðast í Norður Kýpur þeir eru gjaldgengir í tyrkneska landslið. Já. Ég skil. Þeir eru með tyrkneskt vegabréf. Þú veist, þetta eru tyrkneski ríkisborgarar. Já, þeir eru tyrkneski ríkisborgarar. Nú er ég bara átt að með landafræðinni, sko. En flesti Kýpverjar eru með tvöfalt vegabréf. Það bæði sem gildir þannig þeir geta alltaf ferðast á milli norður og suður og allt þetta. Þannig það verð, sko. Hvernig fyrir erlenda ríkisborgar eins og Íslendinga að kaupa fasteign á Kýpur? Hvað þarftu? Þarftu kennitöluðan út eða bankareikning eða hvað þarftu til þess að koma og var að mæti með peningana og bara mæti með peningana? Það bara svo leiðis? Ég meina nú sáum við daginn, við vorum að fylgjast með á Instagram að þú varst með íslensk hjón hjá þér sem var að kaupa fasteign og þau obviously keyptu fasteign. Ég meina og hvernig virka það? Það bara eins og ég fer í það þá yfirleitt að búa til samning og semja við verktakana og það sem að díla við hverju sinni. Fyrst að náttúrulega sína hvað áhuga hverju að leita, finna í tikkibóksin. Við varum náttúrulega með ákveðna kröfu, fólk mismunandi kröfu hvað að leita af, en þau voru náttúrulega mjög erfiða fasteign fyrir mig að leita af eins og þetta var sjáasýn, það var allt í tikkabóksin sko, en ég fann þessa fasteign hana og hún tikkaði öll bóks. Og þá fer maður í það að semja og það þarf að semja bæði hérna, verð og viðbyggingar, steypu og allt þetta, að því að þau eru að kaupa líka landið. Því það er út að kaupa land. En ert þú þá í rauninni bara að sjá í rauninni bara verkskipulag á uppbyggingu á húsinu? Já, í rauninni. Ég sé að þessum fylgir eftirfylgnin og allt það líka. Hver er eftirfylgnin núna? Er húsið í byggingu bara í þessu? Húsið fyrir byggingu núna sennilega bara eftir mánaðamót núna sem er bara þetta í gang. Við vorum að klára eins og segir rétt á henni komin eitthvað heim, þá var ég að klára að ganga frá mitt undirskriftum og fá umboð og allt þetta frá kúnnunum hérna heima til þess að geta farið í það að borga útborgunina. Af því að ég læt ekki útborgun af hendi fyrir en að það er búið að stimpla og þinglýsa samningum. Þannig að þú veist, verktangi fær enga peninga fyrir en það er búið að þinglýsa og staðfesta alla samninga. Hvað er þetta stórt hús sem þið voru að kaupa? Þau voru að kaupa, það er 210 fermetrar, þetta er 4 herbyggja villa með 4 baðherbyggjum og á 700 fermetrar landi og Hvað ætla til heilsársbúsettu eða? Nei, þetta er bara sumarhús. Sumarhús, er það í huga? Er það hugsunin að leigja það út á milli? Nei, ekki hjá þeim. Ok, segjum að það ætla að leigja þetta út. Hvernig er markaðurinn fyrir skammtíma leiguðin úti? Hann er mjög góður, sérstaklega yfir... Og hvernig vinnur það? Skilur við, hvernig er það? Er eignuðum svona fyrirtæki sem tekur það sér? Já, og ég mæli þess með því að láta sjá það úti. Það eru flestir verktakar og annað eru með þessa þjónustu, útleigu þjónustu og þeir þá sjáum það að finna kúnnana til að leigja út og annað og þau borgar svo bara 20% commission til þeirra af leigunni sem er búið að leigja og þannig að það er mjög þægilegt að eiga við og þeir sjáum öll þrif og allt þannig að það er ekkert þess að engar áhyggjur að hafa fyrir því. Er þetta alveg pró? Ég meina, er þetta alveg bara eins og bara í Þýskalandi eða eitthvað? Þetta er mjög pró en Þýskalandi, ég veit ekki, ég er ekki mikið fyrir því þú þekki svona aðeins svona Grikki og það eru svona ofta algjörði slúbertar. Já, en það eru mjög professional þannig að þetta er mikið eins og ef við veitum Tyrkland, eins og með þjónustuna í 5-stjörnu hótelum og annað eins og sér. Þetta er alltaf í svona 4-5-stjörnu klassa sko. Er þetta út af því að þeir eru keyrðir áfram að einhverju svona ótta við refsingum? Ég held að sé bara þjónustunum er bara mjög ríkið þeim. Þannig að ég held að sé bara almennt sé að þetta er bara að þeir vilja veita góða þjónustu og hafa allána í kringu þessu. Og byggja upp eitthvað svona innviði. Já, og þetta verður líka persónlegt. Þetta er ekki stórt land sko. Þetta er svo minnir á litla Ísland sko með þetta. Þetta verður allt persónlegra. Það vilja allir vera vini hvers annars og þetta er svona smáborgara fílingur en samt ertu í þessu umhverfi, þessu alþjóðlega umhverfi þannig að þetta gerir þetta svona persónulega og skemmtilega. Hvað kostar svona villa sirka? Veistu það? Já, ég veit það. Já. En grunnverðið eins og þessari villu var 350.000 pund sem eru tæpar 60 milljónir á þessu húsi sem þau voru að kaupa. Já. En þau breyttu við og breyttu aðeins og nokkur hlutum, þannig að það fór aðeins herra en það er náttúrulega bara eftir hendur sem er hvers og eins. Einmitt. Því að þeir eru að kaupa í jörðinni þannig að þau geta hanna húsi eins og þau vilja næstu því Einmitt. sem er bara geggjað
Og á Kýpur mikið inni mitt út Já. að auðlýsa mikið að fjárfestingatækifærum í útlegu og annað. Er þetta að gera gott mót með Já. að fjárfesti í fasteignum gaggjart til þess að leigja út? Það er það og það er mikil uppbygging í gangi og hefur verið síðastlegin 5-6 ár þegar ég tók tölur saman og barða bara til dæmis saman við Spán af því að Spán er nú svona sterkur markaður hérna fyrir Íslandinga sérstaklega undanfarið þannig að ég barða saman í dag fyrir rétt tæpu hálfári síðan að þá er markaðurinn, fasteignamarkaðurinn 50-60% lægri eins og staðan er í dag að kaupa fasteign og ávöxtunin er 30-40% af meðaltali svona á eftir búið að byggja Ég skil, það er ekki slæmt. Það er ekkert smá. Já. Það er ekkert smá og það uppgangur er bara, hann er rísandi hratt, þannig ég segi 2-3 ár ef þú kaupir til dæmis í dag eftir 2-3 ár að þá ertum garantera með 20-30% ávöxtun áður en að húsið er tilbúið og selur það myndi selja svona hálfára með áður en tilbúið. Hvernig er skattlagningin hann úti af tekjum, bara leigutekjum? Það er bara flatur skattur hana, þannig ég get bara sagt að það er 16%. Já, bara flatur skattur. Launum líka þá, eða ég skilji. Þannig að bara leigutekjunum 100 eurur þá borgar 16 eurur í skatt. Volið það eitthvað einfalt? Já, bara flatur skattur bara búið. Já, ég meina, okkur eru ekki með flatan skatt? Og svo eins og kaupir borgar virðisaukaskatt náttúrulega byggingaframkvæmdum og annað, og það er 5%. Já. Þannig að það er 5% virðisaukaskattur og þú borgar það bara einu sinni. Það er ekki fasteignagjöld eða svoleiðis annað, það er einu sem borgar svo er bara hver er ekstra kostnaðurinn? Er hann engin? Er það bara að viðhalda húsnæðinu? Já, svo er bara borgar náttúrulega maintenance þjónustu og annað og það getur verið svona 50-100 pund af þetta hvað stórt land og að gera. En þessi hjón sem voru að kaupa, þeirra pæling, er það þá að nota þetta sem svona afdrep eða einhverja mánuð ári? Þetta er bara draumahúsið þeirra, eins og þau sögðu, í sólinni. Þau áttu hús á Spáni og seldu það og voru að selja það. Þannig að þau bara vildu þá draumahúsið og þetta var bara með location eða þetta geggja þeirra að kaupa við sjávarsíðuna með fjallasýn, sjávarsýn, við strönd, með 10 restaurantan í næsta nágrenni og þú veist, það er ekkert sem að þú þarft að sækja í en svo leigjaðu húsið þá bara kannski restina af tíman. Það ætla ekki að gera það. Þau ætla ekki að gera það? Ok, en það er option samt sem á? Já, að sjálfsögðu. Hvað er þetta að leigja nóttina á, veistu það? Í svona villu? Svona villu myndi ég segja að þú ert að leigja þetta á cirka 400-500 pund á nóttina í skamtímalegu. Langtímalegu væri þetta í svona 900-1500 pund á mánuði cirka í þessu svona stóru húsi. Þetta er geggjað, þú er búin að selja þessa hugmynd alveg mjög heldur betur maður. Norður Kýpur maður. Hvað er Kýpur aftur svona í samhengi við til dæmis eins og Krít og grísku eyjar og allt þetta? Já, þetta er þriðja stærsta eyjan í Miðjarðarhafinu. Er þetta allt svona einhvern svipum slóðum? Er þetta eitthvað svona Er þetta svona austan við Ítalíu eða Sikilíu? Þetta er eiginlega bara við Tyrklandi. Þetta er alveg þar. Það er bara fundið Tyrklandi sko. Hvernig er að tala bara? Svo kemur Egyptaland hinum megin. Okay. En hvernig er ekki vesen að fljúga hana? Það er ekki vesen ekki vesen. Þú varst á millilenda. Það er náttúrulega ekki beintflug. Nei, okay. En ég hef til dæmis flogið beinta bara á Suðurkýpur. Það er ekkert eins og segir, það er ekkert vandamál með landamæri og annað. Og það er tiltölulega ódýrt að fljúga þangað. Ég til dæmis flög hingað heim fyrir 25.000 kall sko. Já, vel gert. Okay. En yfirleitt millilendi bara í Londona því að það er öll lággjaldaflugfélög og annað að fljúga til Kýpur eins og Wizz Air, EasyJet og Jet2 og alla þessir helstu flugaðilar frá Bretlandi. Það er millilendi í Budapest, Pólandi, þannig að það er nóga optionum til þess að fljúga á millilenda og fá virkilega góð og hagkvæm verð á flugi. Þannig þetta er ekkert mál? Nei, þetta er ekkert mál, nema að þú kannski hvað mikið layover þú færð á hverju sinni. En eru Íslendingar að taka þessu fagnandi? Ertu að ná fleiri, eru fleiri? Mér finnst allavega að ég fengi virkilega góð athygli út af þetta, þó svo að þessi persónulega ég eða mér finnst fólk hafa meira horfið var við Norður Kýpur. Er fólk að fjárfesta núti eða er þetta svona bara? Það er að byrja. Já, það er ekki búið að vera mikið, ég nú tala kannski á, það sé, ég held ég vitum cirka 10 Íslendinga allt í allt sem eru þarna á Norður Kýpur. Ok. Og þar að meðal já, ég held að sé 10. En er ekki það sama í gangi á Suðurkýpur? Nei, það er bara komið saman markað á Spán, með verðlagning og allt. Þú er bara með evruna og þú kom með evruríki bara. Hver eru þínu viðskiptavinir helst?
Ég hef náttúrulega verið að fókusa aðalega á Íslandika í dag og síðustu misseri bara því að ég held að markaðurinn ég alveg skilja að fá að sjá þessa faldnu perlu sem að Norður Kýpur eins að við vissum bara, eins og fólk segir alltaf þetta er ekki bara Kýpur, nei þetta er ekki bara Kýpur þannig að þetta er svona, ég hef verið aðeins að ná að kynna þessa földu perlu sem að þetta miðar hefur ennþá. Geggjað. En hvernig er komissjónið á fasteignasölum með núti? Það er misjafnt, bara eftir hvernig þú semur við verktakann og þeir eru, náttúrulega, ef þú ert ekki að selja neitt, þá fara ekki neitt. Er það verktaki sem borgaði laun eða kaupandi? Verktaki. Okay. En eitthvað fasta prósentur eða þannig? Nei, þetta er bara mismunandi eftir verktakum og verkum og þess vegna velum að líka verktakana og annað hverju vinnum með. Það vil allir vinna með þér, sérstaklega ef maður segir Skandinavíubúið, þeir sjá bara peninga og segir Skandinavíubúið. Það er bara peningur. En það er náttúrulega eins og segir, þú þarft að sýna fram á náttúrulega eins og í öllu öðru, þú þarft að sýna eitthvað credibility. Þannig að þú náttúrulega ef þú ekki búin að selja neitt og þá fara ekki neitt, það getur verið bara 2-3% og svo getur það fara upp í 10-15% að fer eftir. Öll þín laun eru árangurstengt? Já. Og ert það ná að lifa þessu en úti? Núna. Þetta er að koma sér í gang. Já, en hérna eins og segja á COVID-tíma þetta er búið að vera virkilega erfiðu tími ef við segjum eins og þetta 1,5 ár núna þangað til þessi sala kom upp að þá þetta búið að vera bölvahark. Já. En ég meina þú lítur að eyða ógeðslega miklu bara í föt. Já. Þú ert alltaf í nýjum fötum. Þú varst í Kölsk áðan. Já. Varst að kaupa þér föt? Nei, kannski. Ok. Jesus. Þetta er rosalega. Og svo ferðu bara til sjó í fötunum líka, þeir eru alveg saman þessu föt. Já, eins og ég kem aftur á ódýrt að lifa og ódýrt að kaupa föt líka. Og það er ekki kannski bestu gæðunum og það er svona eins og fötir sem ég að kaupa úti sum af þeim bara drasl. En það er allt til að henda sér í sjóin. En þetta lúkar, svo hendur þið bara í sjóin. Já, og svo hendur maður sér bara í sjóin og svo fer þetta bara í þvottahúsið. Geggjað maður. Herðu, alright, við erum svona næstu búnir með þetta fasteignadót. Já, við hoppum bara inn á það eitthvað. Já, það var eitthvað svona tvísköttunar samningur og eitthvað. Já, ég var bara forutning hvernig ef ég með rekstöð því ég líka í skamtímaleg vinna heima mikið. Það mikið áhugaði og mikið að horfa á Kanaríja núna, systir mín býr þar og annað og núna Kýpur, Norður Kýpur. Hvernig ef þú ert með rekstur úti, rekstöðninga, hvernig borgar þú skattinn? Borgar hann úti heima? Eru einhverju samningar á milli, veistu hvernig það virkar? Ekki eins og eins og þú segir, þú þarft að vera með sérfyrirtæki úti. Já. Þannig að það er bara... Líka sem einstaklingur að leiða út. Er það mikið maus? Nei. Því ég til þess að stofna fyrirtæki á Kanarí, þá þurfti ég að fá kennitölu og þá þurfti ég að mæta fyrir utan einhverja lögreglustöð klukkan 5 á morgnana, bíða 3 tíma eftir að fá eitthvað bleikan miða, 5:06 þá þurfti ég að berjast við svona 200 Spánverja og 4 daga í röð fékk ég ekki bleikan miða. Þannig ég var í heila viku að reyna að ná einhverju bleiku miða til þess að fá afgreiðslu. Þú ert alltaf einhverjum æfingu. Já, en ég get sagt þetta, það er bara að finna góða lögfræðing til að skrifa upp og þú mátt ekki eiga nema 49% í fyrirtækinu. Ok. En lögfræðingarna hafa nú verið að selja sig út fyrir að veita þessa þjónustu til að setja upp fyrirtæki. Getur þú treyst þeim? Sumum, náttúrulega það er náttúrulega alltaf í svarti sögur í öllum skúfum. Já. Þannig að það er með réttu lögfræði og þeir sem þú þekki eru búin að vera lengi í bransanum. Ert þú þá að bjóða upp á þessa þjónustu? Lögfræðingar sem ég vinn með hafa verið, Mátt þú gera það? Nei, ég er endur að má ekki eiga, það er sama þó að ég er útlendingur, það má ég ekki. Þú ert bara að miðla fólki saman og... Ég má eiga fasteign, já. Já, þau eiga fasteignina bara þetta fólk. En ef þú ætlar að fara rekstur, þá þarftu þessa þjónustu. Til þess að geta borga, en það er bara skattar þar úti, sko. Þetta er náttúrulega þetta við getum bara sagt að þetta er skattaparadís. Þannig að þetta er raunni hulið líka gagvart hér heima. En við þurfum að finna okkur kýpverðar sem við treystum. Það er ekki bara að kippa með þér hérna heim nokkrum og kynna. Jú, maður veit aldrei hvað framtíð byrja skauta. Talandi kýpverðar sem þú getur treyst, hvaða meistar er þetta sem tekur upp öll myndböndi? Herðu, hann nú ekki meira að reyndar frá Afríku. Er þetta au pair? Já, hann reyndar mjög klár gæi, sko. Hann með svona media company og ég hef bara verið að leigja hann bara fyrir svona
borgunum smá fyrir að taka upp drónaskotin og annað og hann hefur verið að leika sig hann fekk að leika sig hann þegar hann var að mynda fastina vídeóinu mín og hann náði óvart einhverju skota með taka eitthvað fíbla spor og hann sagði, má ég please leika mig með bara þetta hopp hjá þér og það kom dansvídeóin út. Akkur dansvídeó? Ég veit það ekki, ég hef sjálfur. Sko, ég er svolítið múin að greina þetta því að, við ætlum að fara inn í sko tónlistaferilinn og það er einmitt sko, þú átt sko eitthvað feril á baki sem tónlistarmaður og fitnessstjarna, þú veist, ég meina maður þarf ekki annað en að googla þig, þú veist, Google lífur aldrei. Þannig að spurningin er sko, býr innra með þér eitthvað svona rík þörf fyrir sköpun, því þú virðist vera mjög svona frjór og er dans fyrir þér eitthvað ákveðið svona listform? Já, sjálfsögðu er það listform. Tjáning og allt það, já. Algjörlega, og þetta losar og þetta veit ég gleði og ef ég næði að gleðja mig að gera það og gleðja aðra á meðan það er besta sem ég get gert. Þú ert búin að vera að gleðja okkur alveg bara í marga mánuði. Og fullt af fólki sem er að fara að skamma mig fyrir að koma ekki, ef að föstudagsvídeó kemur ekki út, það er bara að fæma bara, hvað er stemningin? Þannig að föstudagsvídeóin, bara svo að hlustundur hafa á hreinu, þá er semst einhverjum einasta föstudegi, þá gefur út nýtt myndband sem er bara eins og bara einhver tónlistamyndband með drónaskotum og öllu draslinu. Þú ert bara út í sjó, bara í Versace fötunum. Segjum það. Segjum það og bara eitthvað sveiflaðir og dillaðir og svo bara næsta skot stendur bara upp á einhverju 3000 ára gömlum rústum og skilurðu og allt í gangi. Já, því ég segi, mér finnst mjög gaman að skapa. Mér er alltaf þótt mjög gaman að skapa og vera creative í rauninni og sérstaklega ef ég næ að veita öðrum ánægju. Þetta er náttúrulega ánægja fyrir mig að gera þetta og setja út í andrúmsloftið sko. En aðalmálið alltaf hjá mér er bara að veita gleði til annar og senda út gleðistrauma sko. Þannig að mér finnst bara, ég er mjög jákvæður karakter og jákvæðni, ég segi það að jákvæðni skapi, karma kemur, ef þú gefur jákvæðni þá farið jákvæðni tilbaka og ég vakna við það á hverjum degi. Og hvernig viðbröð þetta fá frá fólki? Virkilega góð, sérstaklega með þessum dansvídeóum annað hef ég fengið virkilega jákvæð og skemmtileg það bara snart breytist einhvern veginn þegar fór að gefa þetta út og ég hef svona gert í því áfram. Gekkja. En þarf ekki alltaf að vera að toppa þig? Jú, það er Nú varstu bara komin í sko, skilur þú ert bara að bæta við props einu sverði og hvað næst? Þú verður múlbundin einhvers staðar. Það var einmitt, ég er búin að vera í bölvuðum vandræði með næsta vídeo. Já. Þannig að sennilega núna þessa vikuna þess að ég er búin að vera að reynda smá busy þessa viku og ég hef ekki náð að skjóta hérna fyrir sunnan. Þannig að sennilega verður bara svona ég mix ykkur saman þannig að ég bara það sem að ég hef gert áður og ég mix ykkur saman og bý til eitthvað en það er líka gaman að ég kom svo mikið myndefni myndefni sem ég hef ekkert notað og ég á ennþá náttúrulega einhverja klippur sem ég get ennþá betur bætt og annað og hendin. Ég var til að sjá neðansjávarvídeó í jakkafötunum, í skúpagýr. Þú ert eiginlega komið, sko, ég var komið þá hugmynd og ég ætla að vera að dansa í sundlaug sko, á botninum á sundlauginni sko, að vera með þannig og eins og hvernig ætlar að halda það niðri? Ég veit það ekki ennþá, ég hef fundið ykkur út af því á endanum. En hérna, þú veist, er þetta einhvers svona hluti af þessu, einhvers konar markasetning, er þetta að reyna að markasetja sem einhvers konar áhrifavald eða hefur þetta með fasteignasölun að gera eða viltu reyna að samræma þessa tvo hluti í þér? Já, það má segja að ég sé að samræma bæði listrænu sköpun og allt þetta, þess að ég finnst mjög gaman að vera í athyglinni, ég hef ekkert að móti að fá athygli og allt það og maður getur satt þessi athyglisíki eða eitthvað en þetta er bara mjög gaman að geta gert það en að sjálfsögðu þegar ég fór að þróa þessi dansvídeó þá fór ég að hugsa locationið þá er ég náttúrulega að kynna landið sem þú ert, 100% og það er sama og ég meira eins og ég gerði hérna vídeo síðasta þá tók ég inn á Akureyri en það ég bara þá er ég að sína útlendingunum hvað Ísland hefur að bjóða þannig ég sneri við bara andstæðu þá hefur ég segið andstæðunar við allt sem ég gera úti þá er bara andstæðan svartur sandur ískalt vatn og svo heitur foss meina Ísland það vantaði drónaskotin mér vantaði drónaskotin en þetta var bara tekið upp á síman ég tók það bara sjálfur upp á síman en ég redda mér yfir þetta ég reynir bara að finna út maður sér það þetta er ótrúlega flott þetta er þvílíku metnaður laður í þetta það var að segjast þakka fyrir það þetta er bara að segja gaman að þessu og ég sé bara eitt vídeo í viku þetta er bara tónlistarmyndband þetta er ekki smá dæmi það sem maður sér með áhrifaldan líka oft þú ert alltaf að reyna að setja út eitthvað efni við daginn verður ekki uppiskroppa með hugmyndir við vitum að þú drekkum mikið kaffi og Red Bull og hvað svo? Hvernig getur þú haldið áfram? Eða er kannski hvenær veit maður hvenær maður á að stoppa líka? Já, það er einmitt líka því sumir eru bara með 1.000.000 punktar sem er ok fullt af punktum fínt en hvenær er
gott og hvað maður að gera? Það einmitt maður má ekki fara yfir línuna að vera á langdrægin, skilurðu, þannig maður verður að hafa þetta stutt og short og allt þetta. Þetta er sálfræði. Já, þetta er sálfræði, náttúrulega, þetta er bara markasetning í rauninni. Algjörlega. Þú ætlar að markasetja þig, þú ætlar að markasetja þig sem einstakling, persónulega og allt þetta, en ásamt því að selja einhverja vörur og kynna einhverja vörur í leiðinni án þess þó að kannski að gera það. Nei. Þannig að eins og ég segi, þannig að eins og við tala með sponsor og allt þetta, en í dag er fólk að fara að hafa samband við mig til þess að einmitt að promota vöruna sínar, en það er náttúrulega áhrifavald síðan að það er komin í áhrifavaldin, sko. Sem ég fór að hugsa saman, já, akkur ekki bara fara þá bara vera bara blanda þessu saman. Þannig að ég get alveg verið áhrifavaldur á þessum því að vera að selja fasteignum, þá er bara komið hliðarjobb líka, það er bara fínt. Geggjað. Hvað laður þessar pósur? Já, mér langar að fara aðeins í það, sko, býta aðeins. Já, ekki, nú, sko, þetta er náttúrulega, þetta er sko, Davíð er fasteignasalinn, hann hafði rosalega áhuga allir þessu fasteignadrasli. Já. Og hann að, ég er allur í þjáningunni, sko. Já. Veist, og þessari sköpun sem kemur úr þjáningunni, sko. Veist, þannig ég fyrir að skoða kettlinn, sko. Já, sjálfsög. Og ég sé, sko, gömlu YouTube-iðin, ég fyrir að skoða þau. Þau eru nokkra ára gömul. Já. Og maður leitar á IceHot. IceHot linur. Nei, IceFit fyrir ekki. IceFit, já, ekki IceHot. Það var einhver annar, Bjarni Ben. Já, ég veit, ok. IceFit. Það var næstu orðin, ég var svipun tíma samt. Þegar þetta kom upp, þá vorum við á svipun tíma, sko. En þú sér hann einhver tónlistarmyndbönd og nú ætlum ég bara að lesa þetta upp, það sem kom yfir með það sem ég skrifaði. Þau einkennast af ákveðinum drunga. Ég sé ríkan áhuga kvenfólki, ríka þörf fyrir tengingu, ríka þörf fyrir ástarsamband og svo sé ég líka að í sumum textunum þá verðist þú sofa illa, það eru martraðir, það er sársauki, það er fíkn, hugarkvöl og angist, rosa pain, sko. Þannig að mér langar að fara inn í drungan ef þú hefur hugur ekkert að fara þarna inn og mér langar að spyrja þig, sko, hvað er eiginlega í gangi á þessum tíma? Því þessi texti kemur ekkert bara eitthvað out of the blue og, veist, og ég er með hennar, ég er með textanina Nightmare eða Can't Sleep. Ég sé ekki, jú hérna, veist, þetta er sko, já, þetta er bara, hérna, bara can't because of this pain in my chest. I'm feeling stressed. I'm depressed. My life is a test. I'm on a quest to be the best. Veist, þetta er svona, þetta er rosa, veist, og allir textarnir eru svona, og þú talar um addiction og pain og veist, og þú talar um ástina og hvað er í gangi? Þetta er náttúrulega, þetta tímabil, IceFit tímabil, ég bjóð til þennan karakter, IceFit, svona grófum dráttum að þá, þegar ég kem úr meðferð, ég náttúrulega fíkil og fórum meðferð og mikla erfiða meðferð og fer skrapa botnin og fleira á þessum tímabili. Sérst áfengis- og vímuefnum meðferð. Áfengis- og vímuefnum og þeim hugbreyttum efnum, bara almennt. Og ég setti mig markmið þegar hérna ég kem úr meðferð, ég að finna mér nýja fíkn og ég sagðist að keppa í fitness allavega einu sinni, bara til þess að finna mér eitthvað til þess að gera. Ég keppi svo einu ári seinna, þá keppi ég í fitnessinu, þannig að fyrsta mótinu mínu. En það er ennþá, ég er ekki búin að finna þessa fyllingu í mér, ég er ennþá að leita sjálfur mér, þannig að það er náttúrulega að finna sig sem persónu er náttúrulega gríðarlega erfitt þegar þú veist ekki hvað þú átt að setja það niður einu sinni. Þannig að ég er að fer hana í þessi texti til mig sami aðalega meðferðina mína, þegar ég er að fara í gegnum tremmana, ég er að fara í gegnum þú veist, allt sem ég er búin að brjóta traust á fjölskyldu, búin að brjóta traust á alla brýr bara baki mér í rauninni og dóttir minni sérstaklega og vill ég láta hann alast uppi þetta bara fíbl sem að ég var í rauninni. Þetta er eins konar úrvinnsla sem fer í gang og þú notar þá þessa sköpun til þess að vinna úr þessu gömlu möru sem situr innra með. Reyna líka að því að fólk tala alltaf að það er svo gott að tjá sig á einhverju formi til þess að hreinsa og þetta er bara ein leið til þess að hreinsa bæði huga og sál, skilur, og koma sér í einhvern svona farveg á vissu leyti, sko. Hvað kom út úr þessu? Ég fekk náttúrulega bara gaman að fá að skapa þó eins og ég hef alltaf sagt, ég hef aldrei verið söngvari eða svoleiðis og þekki ekki mikið til þess geira en mér fannst bara gaman að semja textana og að skrifa niður eins og í meðferð þá að tala um að skrifa dagbók og dagbók hvers dags og þetta er svona hálfgerð mín dagbók og ef ekki segja bara hreinsun
þetta bara hreinsunni mín að vissu leyti til þess að bara átta mig á viltu vera hérna eða viltu vera hérna megin þú veist, þannig ég var svona viltu vera í drunganum og þessum viðbjóði eða viltu vera hérna megin og fá ást og umhyggju og vera jákvæður og allt þetta og veita ást og umhyggju til þinna fjölskyldu og þess aftur. En hvernig er fjölskyldan svona, hvernig hefur hún svona tekið þér svona eftir að þú sneri við blaðinu og Auðvitað fyrstu árin voru virkilega erfið það er náttúrulega eins og segi traust og annað var farið og ég var búin að Varstu búin að reyna mikið að vera edrú eða? Já, ég reyndi að ég tvisvar á hann ég fer í meðferð, þá fer ég á hnefanum eins og ég kalla það, bara ákvað að leggja en maður klikkar en þá þeim tímabili ég hætti að minni sögn en ég þambaði pilsner í staðinn alltaf. Já, þetta er klassík. Já, og ég var að drekka upp yfir 2 kassa á dag af pilsner en ég var alltaf edrú. Já. En hann þú varst ekki að gera neitt, þú varst alltaf kendur að blessaða pilsner. Já. 2,25? Já, ok. En það drekku 2 kassa. Myndur vera sammála því að óbreyttur maður fer aftur að drekka? Þú meinar? Þá meina ég að sko ef að alkoholisti eða fíkill allt svo breytist inn í kjarnan sko, náu einhverju tengingu og ná að hreinsa draslið í kringum sig, ef hann nær því ekki þá fer hann aftur að drekka. Já. Myndur ekki segja það? Jú. Og fyrsta, eins og ég segi, og fyrstu 1 til 2 árina minna ertu í þessar hreinsun, þú verður náttúrulega viðurkenna þetta fyrir sjálfum þér, 1, 2 og 3. Já. Og já, þannig að fyrstu 2 árin erfiðust en ef þú kemst yfir þann hjalla og ert búin að hreinsa eins og við sporakerfi mjög gott að mörgu leyti og allt þetta og loka á þessa stöð í heilanum í rauninni að þetta bara er ekki til og eins og ég hef gert í dag að þetta bara kemur ekkert inn í þetta er bara mér langar ekkert í þetta er ekki til og Nei, enda sko ef þú undir skoða dansmyndböndin í dag sem eru bara fulla ljósi og gleði og frelsi og hérna svo rassarhristi myndböndin Já, og þú fer svo tilbaka og skoðar sem undir kannski ekki alveg funka eitthvað í dag en þetta eru tímandi búin að breytast líka mikið sko en þú undir skoða stemningun á textal og þungan og drungan þá sérðu það að maðurinn hefur einhverju leyti uppljómast Já, og þú samt ennþá eins og sér það ég er að fela mig samt sem áður á þeim tímapunkti ég ennþá að fela mig bakvið karakter Já, einmitt. Ég er ekki... Það er góður punktur. Þar ertu ekki í dag. Nei. Hvar er hann? Ég lagði hann á hilluna, æsvitt lagði ég bara á hilluna. En nú er ég bara ég. Það kemur ekki aftur. Ekki sá karakter, nei. Hann var svona kaldur embu svín og þetta var svona átt að vera svona hálfgerð eins og Dieter Mösselbo og allt þetta. Þetta átt að vera svona... Kallinn, já. Þetta svona... Ég ætla að reyna að upphefja sjálfan sig á einhverja vegu, skilur en á röngu forsendum. Þannig að ég segi það, en núna í dag er ég bara ég og mér er bara sama að ég... Kemur til dyrana eins og þú ert vel klæddur. Já, nákvæmlega, og það er bara langt best. Svitnar ekkert en út í jakkafötum. Það kemur fyrir, en sjaldan samt. Mér líður mjög vel í hita, sko. Já, ok. Þannig að ég hef ekki fundið mikið fyrir en það hlægi allir að mér út til, sko. Þú ert alltaf í jakkafötum. Það er 40. hiti út í jakkafötum. Já, ég veit. En hvernig með, sko, það er, eins og ég sagði hérna, ég sé ríka tenging, ríkan áhuga á kvenfólki og þörf fyrir tenginguna. Ástarsamband. Hefur verið eitthvað svoleiðis? Nei, ég hef búin að vera einhleipur í 10 ára, þannig það er... Hvernig er það að fara í þig, vera einhleipur? Auðvitað er það erfitt, að sjálfsögðu, en auðvitað myndum að vilja finna einhvern maka og allt þetta. Ég segi það í dag, það kemur bara þegar tíminn er réttur. Ég er bara ánið þolumár og hættur að leita í rauninni. Þetta kemur bara þegar það kemur að gerast. En þú ert aldrei eitthvað bara að drepast og þá er einmannleika? Eitthvað bara Nei, ég reyni að skemmta sjálfum mér þá, eins og móðin vís, þannig. Hvernig er þetta tekið en á Kýpur? Upp eignast vini, eins og maður heilt að fólk kemur á Akureyri eða eitthvað takar allir vel, en það er erfitt að komast inn í annað samfélag. Já, mér hefur verið tekið mjög vel þannig og ég er verið að bjóða það með í bumbubolta og eitthvað svona dóttir. Já, og þetta er virkilega vonin raunni kunningjamarkur, kannski ekki vinamarkur en kunningjamarkur, ég hafa mikið af kunningjum og ég myndi segja að ég var svona við það að vera virtur af mörguleiti líka því að ég kem alltaf hreint og beint fram við alla úti og annað líka og fólk virði það náttúrulega sjálfsögðu ef ég er á móti ykkur þá segi ég það hreint út og þannig að maður fær svona respekt fyrir það líka. Þið kunna að meta svona no bullshit bara. Já, nákvæmlega og ekkert að vera að reyna ekki að skilja neitt eftir. Nei, ekki vera að búa til hvíta lýi til að færa sannleika. Ég ætla bara að segja heiðarleiki, hann hlýtur að spila annað stórtinn. Já, algjörlega.
og það er bara svo vandfundið. Maður kemst ekki upp með að vera pappakassinum í smá stund, sko. Já, og það kemur alltaf í baki á mann líka. Tungumál er þá enska bara eða? Aðalega enska, já. Þetta er mjög alþjóðlegt umhverfi. Þannig að það við erum með Rússa, við erum með Írana, við erum með Afríkubúa, við erum með Bandaríkjamenn, við erum með Kanadamenn. En ertu farin að bjarga þér þá eitthvað á tyrknesku, eða? Nei. Ertu farin að skilja eitthvað? Ég skil, já. Aðeins, en að tala hana ekki, nei, svo mikið. Nei, einmitt. En það kemur. Já. Ég bjó í Danmörku í 15 ár og ég talaði ekki stakt orðið dönsku þegar ég kom út og eftir 15 ár var ég orðinn fluent. Já, ég held að það komi. Ég meðtökur alltaf smátt og smátt samræður og annað á milli fólks og annað og ég skil svona hvað er að tala um og annað. Það er sem þetta ágætt að hafa það þannig stundum eða verið að tala baktalamann. Hvernig er með hvernig er með svona svona feminisma og svona stemningu á Norður Kýpur, svona hvernig fá konur að bara leika lausum hala? Já, þetta er ekki eins og við orðum vinum okkar í Tyrklandi eða hinum. Þeir þurfa ekki að ganga í búrkum og eitthvað svona rugl? Það er algjörlega opið og allt það. Hvernig með trúarbröð? Konur eru í stjórnunarstöðum þannig eins og hér bara á annað. Við erum með politíkusa, við erum með lögfræðinga konur og það er bara, þannig að samfélagið er mjög opið. En þetta er þá öðruvísi en inn á meginlandinu, gerir ráð fyrir að einhverju leyti? Já. Eins og þess að segja, þetta er svo gjör ólíkt Tyrklandi. En er þetta múslimar? Nei, þeir segja inni að þeir séu bara eins og við Íslandingar segjum, við trúum bara okkur sjálf. Og þetta eru svona bahæjar. Já. Þetta er svona, það er engin sérstök. En það eru moskur, það ekki? Það eru moskur, en það er litlu, það er ekki mikið á þeim. Nei, ég skil. Nei, þú er ekki mikið var við þetta. Nei. Þannig að þú getur drukkið úti og þú getur bara, hvernig er með fíkniefnaneyslu og annað þannig? Það er eitthvað var við það? Það er mjög lítið, en þú veist að það er bara sama vandamáli við hérna heima. Þetta er eitt af öruggustu löndum í heimi, þetta er topp 5 með öruggustu lönd í heimi. Glæpir eru engir. Þannig að barnarán eða hvað sem það er, þetta bara þekkist ekki. Nei, þekkist ekki. Barnarán? Ég fór bara allir að hugsa það. Já, en það er ekkert svo leitt að ég ekki voru varðið. En eins og ég get sagt eitthvað með hérna, þú myndir henda pening átt á göttuna, fólki kemur og réttið peningin aftur, það eru engi glæpir hann. Og börnin leika frjáls bara göttunar og tala barnar. Já, ég veit ekki, við hefum svo lítið ljósari. Ég man bara þegar ég var á Portugal, pappa 99, þá stoppuðu allir út á göttu og og saman með mín börnir úti, ég með bara í svona taum. En þetta er virkilega örugt samfélag og þú finnur það alveg líka að þú ert alveg safe að þetta leyti. Ef að ég myndi koma á heimsækið einhvern tímann í Norður Kýpur, geti ég að þú fengið að vera með í föstudags Já, ég er reynd að hugsa því, þarf að fara að bæta við einhverjum öðrum hérna með mér, þannig að ég var bara mjög gaman Getur ekki tekið eitthvað salsaspor með einhverjum fengulegum kvenmanni eða kallmanni eða eitthvað svoleiðis? Það er ein pæling. Maður þarf alltaf að finna eitthvað nýtt, þannig að ég var meira að koma með hugmyndir að reyna að fara að fá bara fólk á kaffihúsum eða veitingastöðum til að koma bara að dansa með mér. Hvað hét aftur þetta trend þar sem allir átt að byrja með eitthvað svona, þú ert í Króninni eða eitthvað og byrjar að dansa og allir fara að dansa með? Ekki hugmynd. Já, ég man eftir þessu, ég man ekki hvað það kallaðist, en ég man eftir þessu, já. Það byrjar einhver og svo fara allir að syngja og að dansa og eitthvað. Já. Planka. Fara að planka aftur. Ha? Já. Hlinur. Já. Ha? Trendsetter. Fara að setja þetta aftur, þetta er bara svo Buffalo-skotnir. Byrja bara að planka í Buffalos. Ha? Ég gerði eitthvað að því samt á þeim tímabili, en... Já. Og innsýn inn í viðskiptalífi líka. Já. Dansvítunum er skemmtileg. En fyrir svona fjármála perra og svona, mér fannst mjög gaman að sjá Íslendingana koma, þau voru mjög ánægð, þú varst glaður, það var mikið líf, mér fannst það alveg ótrúlega góð markasetning og bara gleði efni sem Já, og líka, þú varst líka bara að plæja þetta lið. Já. Skilur við? Mér fannst bara það alveg tókst aðeim á persónulegan hátt. Já, nákvæmlega, það er eins og ég vill hafa það. Ég er ekki, eins og ég sagði með að ég vil veita öðru þjónustuna aðrir, ég vil veita persónulega þjónustu. Viðskiptavinur er ekki bara viðskiptavinur, ég er ekki bara að selja til að selja þér. Heldur er þetta vinátta sem er til langtíma framtíðar. Þetta er ekki bara... Þau geta alltaf leitað til þín, sama hvað bjátar á. En heyrðu, það var það hérna í lokin. Við erum eiginlega búnir með þetta handrit, en sko, hvar sérðu sjálfa þig eftir 5 ár? Já. Búm. Eftir 5 ár. Vonandi bara á jákvæðum stað, þannig að ég
lifi bara þokkalegu lífi. Ég er ekki að fara fram á það að verða billjónamæringur á morgun eða svoleiðis, ég er bara að lifa bara góðu lífi. Geta veitt áfram gleði og til fólks í kringum mig og mér bara Shitload á jakkafötum. Já, ég á nóg af þeim. Það má alltaf bæta við. En og eins og ég segi, ég langar bara að elta drauma mína og nú er ég aðeins að lifa fyrir mig í dag. Fyrir síðustu 10 árin hef ég verið svona hugsa uppeldi og fólk í kringum mig. Nú er ég hugsa aðeins meira bara hvernig ég vil haga mínu lífi. Þú átt eina dóttur, ekki? Ég á eina dóttur, jú. Hún býr fyrir norðan, ekki? Hún býr á Dalvík, já. 13 ára skvísa. Ég hef ekki séð hana í 2 ár á henni kom hinga. Var ekki erfitt? Já, mjög erfitt. Og sérstaklega á þessu tímabili frá 11 ára til 13. Þú náttúrulega sást ekki fyrir að menn verið bara í sótkví? Nei, það var einmitt málið. En það var mjög erfitt. En það var líka yndislegt að fá að koma heim á knúsana. Heldur betur maður. En það lítur út úr að verður eitthvað einn áfram? Já. Eða ekki? Jú. Geggjað. Og getur notað tímaðum vel? Já, og ætla bara að vera hérna á ferðinni og reyna að promóta mig og Norri Kýpur að sjálfsögðu. Geggjað. Og eins og ég segi, vonandi bara verður maður bara komin meira áberandi, ef ekki bara segja það. Ég veit bara, ég er að promóta mig og Norri Kýpur, þannig að ég veit bara æðislegt. Ég er óhræddur við að taka slaginn við hvað sem er, eins og fólk hefur kannski tekið eftir. Geggjað. Þannig að það er bara þannig. Það er búið að vera frábært að fá þenn og spjalla við þig. Það kann vera það og sömuleiðis takk fyrir að fá mig. Elite lifestyle, sko. Heldur betur maður, ég get ekki beðið eftir að vera Norri Kýpur, sko. Ég ætla að fara til Norri Kýpur. Við finnum saman. Já. Þó það sé ekki nema bara til þess að fá að vera í myndböndunum. Ég hóst, já bara En þarna, sko, við ætlum að leysa þið út með gjöfum. En svona áður en við gerum það, hvernig, núna tókstu smókað þessari pípu hérna? Já. Veist, þetta lyktar eins og skungur, þetta lítur út eins og skungur. Og plast eins og hass. Já, ég meina, fannstu, hvernig leiðir? Þetta var mjög hreint allavega, þetta er mjög hreint hérna. Mjög hreint fyrir lungun. Ég var... bjóst við að fá bara eitthvað svona hóstakast, ég var svolítið smeykuð þetta. Já, ég eins og veip, eins og fann með veip og annað, en það var ekkert svoleiðis, þetta var mjög hreint. Ég hef ekki reykt í mörg ár. Nei. Það er málið, sko. Ég fann ekkert fyrir því og mér fannst ég bara vera mjög slakur en ekki vottaði af neins konar vímaáhrif. Nei, algjörlega sammála því og þetta er mjög hreint. Þú finnur alveg hvað þessu hreint þetta er ekki annað eins og segir maður hefur reykt og allt að þetta er alveg gjörsamlega. Og þeir eru, hann var að segja mér, hann Siggi í dag sko, út í Evrópu og Bandaríkjunum, það var að opna mikið á svona klubbum þar sem að fólk situr og er altså bara edrú klubbar, ekkert vín og ekki neitt og fólk er að reykja CBD hamp, það er inni, þetta er svona bara rújuklubbar eða svona smókklubbar þetta er bara verið að reykja eins og við kalla út á Norri Kýpur, þetta er sisja. Sisja, er það með vaspípur? Já, einmitt. Og það er einmitt bara í svona bræðinni og svona, þetta er ekki svo veip, en þetta er svona, þetta er hreint smókur og þetta er bara að njóta þess að chilla og socialt. Já. Geggjað. Ég get algjörlega mælt með þessu. Ég er bara gott stöf. Herðu, allavega, sko. May the cork be with you. Þetta eru glasmásur frá Þotni Þorgríms. Já. Korkur. For life. Og hérna, may the hamp be with you. Þetta er frá gott CBD, þetta er alhliða bodykrem. Já, ok. Geggjað. Þetta er geggjað. Það er að halda lukkinu, sko. Þú er að halda lukkinu. Algjörlega á sem síðust og vestu tímum. Heldur betur. Herðu, bara geggjað. Viltu bæta ykkur við þetta? Nei, ert þú með eitthvað lokaorðið eða? Nei, bara eins og segi, bara frábært að fá að vera hérna heima og vera með ykkur og þetta bara geggjað að fá að spjalla og tala lífi og tilveruna. Og bara vonandi að hérna sem flesti komi bara á heimsæki með Norri Kýpur og það verður hópferð. Það verður hópferð, nákvæmlega. Það verður geggjað. Þú getur búist við mér, en ég smá býði það, ég er ekki bólusettur, það er smá vesen. Já, við byrjum að býðum þá bara á næsta ári. Algjörlega, gott stöf. Takk kærlega fyrir. Gaman að sjá þig. Og sömuleiðis, takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.